Góðan daginn og velkomin til Guðsorðaþáttarins okkar. Vikulegur þáttur svona nánast, eða á að vera það, og enn í gangi. Eftir allmörg ár, ekki? Jú, ég held að. Eftir allmörg ár. Og það nú bara staðfestingin á því að Drottinn, eins og við mátt tala hér, tjaldar ekki til einna nætur. Hann vill, þú og ég og við, sem eigum starf í Jesú nafni, allt þetta í Jesú nafni, þú ferð ekkert af stað nema þú vitir að þú eigir að gera þetta. Og þú getur alveg vita það, því að Drottinn talar persónulega prívat til einstaklings. Og þú finnur í hjartaðinu að það er eitthvað þar komið sem að þú þarft að sinna. Og raunverulega að það sleppur ekkert þaðan undan fyrir þú byrjar að gera þetta verk. Drottinn hefur biðlund, hann hefur þolinmæði, en að því hann kallar menn og leyfir kölluninni bara virkaði ekki, þá þrýstir hann á hana alveg endalaust og þess vegna, ef að menn að þess skallast við, þess vegna efinn og endan. Þeir vissu alltaf að þetta væri hlutskipti þeirra en þeir gerðu það aldrei og það lítur að vera hræðilegt hlutskipti þegar maður veit, og ég tala ekki þegar maður þekki Guð með þeim hætti, að maður veit, en gerir svo ekki það sem hann hefur beðið okkur mig og þig og við vitum að við eigum að gera, það er mjög slæmt. Þannig að ég ætla nú að biðja þá bæn hér og nú að þeir sem eru á þessum stað, að þetta fólk það sleppi að frestuninni og byrji. Það var blessunin mín þegar þetta gerðist og ég veit líka að það verður blessunin þín þegar þú ýtir eða trekkir sjálfan þig upp og hefst handa. Ég hef ekkert með þetta mál að segja, þó það hefur engin neitt með þetta mál að segja og gera nema einstaklingurinn sem veit hvað hann á að gera en gerir það ekki. Það heitir nú bara á máli orðsins ólíðni við vilja Guðs. Og það ætti engin kristinn maður sem að virkilega þekkir Jesú að vilja láta herma upp á sig. Þannig við sjáum að við eigum Guð sem að sér allt, byggir allt þannig upp að verkin hans haldi snurðulaust áfram. En svo er hann með mig og þig sem hann veit ekki alltaf alveg hvernig bregðast við þegar þetta kall kemur. Þegar við erum náttúrulega á þeim stað að oft á tíðum að við erum svo lítil í okkur að við treystum okkur ekki í það. En kannski bendum á þennan einn sem væri nú miklu hæfari. En akkur var þó Drottinn að velja þig úr því einhver annar var hæfari. Hann valdi þig vegna þess, hann vildi að þú gerðir þetta og hæfari eða vanhæfari, það skiptir hann engu máli. Vegna þess að þegar að þú ferð í djobbið þá gerir hann þig hæfan í verkið. Þannig er þetta hjá honum. Þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur hæfni eða vanhæfni, hún kemur. Hún er gjöf eins og allt annað sem Drottinn lætur okkur hafa. Þannig hann er með undirbúið verk og þú veist að þú átt að fara út í þetta eitt verkið en ert að þráast við, þú treystir þér ekki. En Drottinn líka lætur reyna á trúna. Hann spyr, hefur hann næga trú til þess að gera þetta verk sem ég er að biðja hann Jú, ok. Við stigum út í trúna og vitum að þetta, svona við sjáum að við getum alveg og meira, við komast að því að fyrir okkur er þetta léttur leikur. Þetta er köllunin. Hún gerir verkin að léttum leik. Þannig að þú sem ekki kölluð manneskja en vilt gera þetta og hitt, finnst það spennandi, ég get alveg lofað því að þú endist ekki lengi í því. Vegna þess að þetta er ekki þitt verksvið. Á einhverjum stað
þá byrjar þú sjálfsagt að vanrækja þetta. Þú svona ert hættur að mæta nema eftir dindin og dandin, eins og sagt er. Og svo kemstu að því að, já, að þú hefur nú eiginlega meira áhuga fyrir þessu þarna heldur en verkinu sem þú vildir fara í. Og þá má spyrja sig, liggur ekki kollinir þín þar? Þannig við þurfum að vera viss það hvað við erum að gera. Og köllunin þannig að það getur alveg komið upp svo stað að þið lítist ekkert á hana. Þetta, hvað hef ég í þetta verk? En þarna kemur trúin aftur inn sem fullvissar þig jú, þú getur þetta, að því Drottinn segir að þú getur það. Þetta snýst ekkert mig að þig, þetta snýst það að hlýða þegar Drottinn talar og gera viljans. Og við erum að kenna þetta og lærum þetta kannski á hverjum degi, en þegar kemur að okkur sjálfum, þá vefst okkur tunga tönn og þá kemur babb í bátinn. Þannig að við erum endalaust að glíma við okkur sjálf, við erum að glíma við alls konar í okkur sem vill streðast á móti og veita mótspyrnu, en það alltaf rangt þegar Guð annars vegar og þetta eitt af því sem lærist með tímanum. Þannig að gangan að kenna okkur svo margt sem að byrjunarreiturinn gat ekkert sýnt okkur og vegna þess að vera byrjunarreitur. Þegar þú varst að koma til trúar fyrsta skipti, jú, þú varst sannfærður það að væri til Guð, það væri til Jesús, það væri til frelsar í heiminum, en þú þekktir þessa menn kannski aðeins meira en að afspörn, en svo fyrir að kynnast þeim. Og þá sérðu líka skiplaði hjá honum og þá sérðu líka að þú sem manneskja ert hæf eins og hver önnur manneskja. Þú kannski til þess að hefur litið mjög smáum augum og sjálfan og ekki fundist þú mjög merkileg manneskja. En þú gleymir því þá að samt kallaði Guð þig til þessa verks eða einhvers annars verks. Þannig hann allavega hafði einhver að trú á þig, annars hefði nú ekkert verið að kalla þig. Þetta myndin sem Guð sér af okkur, en við höfum ekkert alltaf þessa mynd. Og litli strákurinn eða litla stelpan vill ekkert fara. Hún bara þarna. Í sínum, og barma sér alveg dagri laun. Að hún treysti sér ekki í verkið. En svo hefstu handa, sem við stíga nú yfir þetta, og flestir kannski, stíga yfir þetta og þá sjá þeir að, jú, þetta nú ekkert svo erfitt. Þetta köllunin, svona virkar hún. Þannig við erum öll kölluð, en fáir útvaldir, segir orðið, að því okkur líst ekkert á þetta. Ég byrju, þessi miklu betur en ég í þetta. Þetta alltaf segir, þú ert maðurinn. Þú ert manneskjan sem ég hef valið í þetta embætti. Já, embætti. Þetta allt embætti sem Drottinn úthlutað. Og hann setur þetta embætti í hendurnar á þér og segir að þú munir og eigir að bera ábyrgð á því. Og það náttúrulega orðið mikið traust þegar lifandi Guð býður okkur að bera ábyrgð á einhverju sem hann að gera. Þannig að þú gengur í þetta verkefni og svo lærir inn á þetta verkefni og þú finnur að Drottinn með þér í því og ert komið það langt með verkefni að þú ert hættur að pæla í því, þú bara gerir það. Með öðrum orðum, þegar þú ert komin á þennan stað, hefur þú lært að hvíla í Guði og það það sem hann kennir. Hvíldu í mér, segir Drottinn. Og það með þetta sem við gerum, við hvílum í honum og við förum í verkefnið, sannfærðum að það verður gott, ekki vegna þess að við erum svona frábæra manneskjur sem við erum, við megum ekki gleyma því. Það vegna þess að Drottinn með, þá verður verkið frábært. Þannig að hann að nota ólíklegasta fólk og það enginn í honum eitthvað lúser sem ekki hægt að nota, en við erum hins vegar með fullt af þeim í kringum okkur. Við getum ekki notað þennan
Já, við getum nú heldur ekki notað þennan og svo reynum við ekki, látum við ekki einu sinni reyna það hvort að það sé nú eitthvað gagn í honum. Kannski var ekkert gagn í honum með henni og kannski hefðu við rétt fyrir okkur þar, en Drottinn ekki þarna. Bara bendur á þennan og kannski frá fæðingu hann útvalinn í þetta embætti. Svo náttúrulega vex hann úr barninu yfir fullorðna manneskju og náttúrulega kannski þarf að fá einhverja reynslu af lífinu fyrst áður en hann getur farið í þetta eða hitt embætti sem Drottinn með, því að Drottinn vill að embættin sín byggja á svolítilli reynslu manna og kvenna. Þannig að það kannski þurfa árin að líða áður en að kölluninni kemur, en ég trúi því að köllun fylgi manni lengi, já þess vegna frá fæðingu. Og ég veit að Drottinn skapar engan mann í tilgangsleysi. Þegar hann byrjaði að mynda mannesku í móðurkviði, þá var hann komið tilgang með hana í þessa átt eða hina. Ég veit ekki hver tilgangurinn en að því að tilgangur Drottins þessi, og manneskjar þarf ekkert að hafa neitt grönu það hvað Guð með, hvað plan Guðs en svo allt í einu kviknar það. Að því Drottinn sér sitt verk og hann sér ekki eftir neinu sem hann gerir. Og þetta sérst köllun mín að gera þetta verk og margt annað sem ég geri. Og svipuðu meiði og þetta sem ég að gera hér, að fyrir mér að skrifa, ég geri það nú mikið og tala eiginlega bara sama. Þetta svona sama aðferð. En bæði svo sem krefst af mér af okkur þjálfun sem þarna. Þú til að mynda þarft að þjálfa þig upp í að skrifa góðan stíl og þú þarft að þjálfa þig upp í að tala gott mál og koma orðunum þannig frá þér að til sóma sé. En það í raun og veru ekki áhyggjuefnið. Ef þú ferð í þetta verkefni og þá einu minn, þá hvílir þú bara í Guði með það. Er það hægt? Ég hef gert það allar götur. Alveg síðan ég hófst handa með þetta og eins eftir að trúin kom til skjalana að þá hvíldi ég með skrifin mín bara í Guði. Þannig ég hafði engar áhyggjur af því, ég vissi að stíllinn yrði góður. Það er ekki sjálfsól. Þú mátt svo sem alveg segja hvað þú vilt það, en það er það ekki að mínu áliti. Og veistu okkur, þetta er bara raunveruleiki. Þannig að við erum að þjóna lifandi raunverulegum Guði sem veit hvað hann syngur. Og meira, og þetta læri maður með tímanum, að hann sér ekki eftir neinu. Hann sér ekki eftir því að hafa kallað þig. Það getur vel verið að þú sett lítill og smár í þér, og kannski minnir þig á þetta dagstaglega að þú sett ekki hæfur og allt það. En samt ekki í embættinu. Ef hann Guðs varstu hæfur og hæf og ætti nú að vera nóg fyrir hvað sem mig að þig að bara vita þetta. Og þannig drífur hann okkur upp, gefur okkur krafti sem þarf og þessi litli kall í okkur eða kjelling, hún hverfur. Og þú segir ég bara hæfur og hæf til jafns við hvern sem og þetta rétt. Svona horfir Guð á þig. Hann veit líka að þú sjáir sjálfum þinn þarna, en sjáir ekkert meira en þetta. Það er alveg nóg að sjá þetta. Þannig við erum ekkert að blása okkur neitt út af þeim stöðum sem við gegnum. Það eru aukaatriði. Aðalatriðið að við erum gefin Guði og hann fá að vera þessi stóri Guð í okkur. Og þess vegna erum við að gera þessa þætti til að mynda, að við gerum skyldu okkar, þetta er bara skylduverk og ekkert minna heldur það. Og ég sinni minni skyldu og ég veit ekki hvaða þakkir svo sem ég á skilið fyrir það að gera skyldu mína. En ég hef gert þetta, vegna þess að þetta fyrst og fremst vill ég gera sjálfur og trúin mín krefur mig að sinna þessu verki. Þannig hefur þetta nú gerst. Frá ári til árs, viku saman og árum saman. Og það heldur ekki hrósunarefni eða neitt til þess að státa af.
bara dagarnir líða, árin líða, þú eldist og ert ennþá að þjóna sama Guði. Og þetta bara fylgir því að þjóna Guði að gera köllunina sína, hversu hún er. Þannig að við skulum ekki gera lítið úr köllunum okkar og við þurfum megið þess sem alveg við viljum leita álit annara þetta sem þú ert að gera. Þú þarft þess ekki nema þú viljið það sjálfur því að þú getur verið alveg sannfærður það að verkið sem að þú gerir fullgilt verk í augum Drottins og hvað þarftu að vita meira? Þú þarft ekki að vita neitt meira, en þú þarft að sjá þetta svona sjálfur og sjálf, sem ekki víst að þú gerir, vegna þess að við erum oft svo lítil í okkur. Og við kannski fáum ekkert alltaf þá uppörvun sem við væntum, en hvers erum við að vænta þar? Og hver á að sinna því? Já, samkvæmt minni reynslu af bara lífi manna, þá hefur hver nóg með sig. Jú, stundum menn eftir því að þú ert þetta líka og sitja að skella klappi og öxlin á þér og flotti á þér. En stundum gera þær það ekki. Og kannski gera þær það ekki og sjaldnast. Eins og vorum að tala þá í raun og veru hefur hver nóg með sig. En við viljum alltaf fá einhver ekstra athygli frá hópnum sem við fáum ekki. Og verðum alveg fyrir alveg hrikalegum vonbrigðum. Og af hverju verðum við fyrir vonbrigðum með þetta? Það ekki vegna þess að við erum svolítið eigingjarnt fólk? Við viljum bara fá athyglina punktur og eftir. Svo má spyrja sig, leiðinda spurningar, erum við að sýna öðru fólki svo mikla athygli? Það sé ekki bara eins og við öðrum, stundum og stundum ekki. En þetta auka atriði. Veistu af hverju? Það verður hver að fá að lifa sínu lífi eins og hann sjálfur vill. Eins og við vorum líka að tala og þetta veistu jafnvel og ég, að það hefur hver nóg með sig. Þannig að það er mjög erfitt fyrir okkur að vera að gera einhverjar kröfur á athygli frá öðru fólki með þá vissu í sér að það hefur hver nóg með sig. Ég held að þetta sé að gleymast alveg rosalega oft hjá okkur, að það hefur hver nóg með sig. Við heyrum þetta stundum frá eldra fólki og það kannski að kvarta því að það sé nú ekki mikill samgangur og svona, það getur vel verið að það sé rétt. En þá bendum við aftur á þessa staðreynd sem að menn komast að niðurstöðum eða fást til þess að skoða málið, að það hefur hver nóg með sig. Mér finnst þetta að vera mikil speki að eiga þetta í sínu hjarta, því að ef maður á þetta til í sínu hjarta og þetta sannleikurinn, að þá erum við ekki kannski að gera svo rosalega mikla kröfur á annað fólk. Hvað gerum við þá og leiðist liðlangan daginn kannski? Við erum nú með hendur og við getum nú gert ýmislegt með höndunum okkar. Er það ekki það sem vantar? Það vantar að taka okkur, finna okkur eitthvað til þess að gera. Og hver á að sinna því? Þú sjálfur, einstaklingur sjálfur sinnir því. Hann hefur hæfileika ýmsan, hann drífur sig ekki í verkið vegna þess að vera dauður inn í sér raun og veru. Hann komin á þann stað með sjálfan sig að depurðin slík í raunverulega hann dauður inn í sér. Og það slæmt hlutskipti að vera lifandi dauður. En ég held að þetta fólk sé miklu fleira af þessu fólki en við höldum. Og hvað getum við gert í því? Ég veit það ekki. Getum við nokkuð gert í því? Eins og við segjum, þá lifir hver sínu lífi. Við getum náttúrulega reynt að drífa fólk upp og gera það svo sem oft. Það er mjög erfitt að vekja mannin til lífs sem svona eiginlega hálfdauður. Akkur hálfdóa. Hver skilur mannshjartað?
Ætli það sé ekki á röð vonbrigða. Og af hverju röð vonbrigða? Að við erum að vænta af öðrum manneskjum eitthvað sem að það getur ekki sinnt, eins og við vorum líka að tala og þetta bara lykill, að það hefur hver sína byrði að bera. Og hver einstaklingur hefur alveg fjölda úrlausnar efna sem hann einn þarf að sinna og vinna. Og ætli það svona upp undir nægi bara ekki hverri manneski fyrir sig, ég hugsa það. Þannig að pláss til þess að sinna öðrum kannski ekki eins mikið og við vildum. Það allt í lagi að varpa þessu fram til umhugsunar. Þegar stundum erum við að gera kröfur á menn sem að þetta ágæta fólk getur ekki sinnt. Vegna þess að vera sjálft með fullt af kannski vandamálum sem það að sinna og vinna og spinna með. Og þarna kemur ágætis ráð inn í þetta allt saman. Það að eiga til kærleika til mann og kvenna í samfélaginu. Kærleikurinn hann breiðir yfir allt. Og hann magnaður þessi kærleikur. Við getum náttúrulega dottið inn í mæðugýrun og hvað það kemur engillum mín. En svo kemur kærleikurinn yfir það og segir, unur, reiknaðu með því að þessi manneskja eða hinn sé bara svona störfum hlaðinn. Og þess vegna getur hún ekki sinnt þér. Þetta kærleikurinn að tala. Og þú beygir undir kærleikann og kærleikurinn kemur með eitthvað til þín sem breytir allri myndinni. Og þú segir við sjálf já, það svona sem liggur í þessu. Ég sá þetta nú ekki svona áður og ég biði Guð að afsaka það. Ef við bara leyfum drottni að vera drottni yfir okkur og í okkar lífi, að þá breytist svo margt hjá okkur. Við viljum það, en ég sem einstaklingur þarf að gera það. Ég á til Jesú í hjarta mínu. Og stundum dettur maður náttúrulega inn í mæðuna eins og allir aðrir menn. En stundum líka líður langur tími á milli þess að maður þar. En allt fyrir þetta í bylgjum. Þannig að það ekki vandamálið hvort einhver komi eða ekki. Þú getur alveg átt gott líf þó enginn komi. Það nú mín reynsla. Þannig að maður aldrei í þessum mæðugýr. Ég þekki hann og reyndar ekki. Já, allavega kannski svona aðeins svona en ekkert mikið. Ég með 2 hendur. Og ég nú að nota þær nokkuð mikið. Hvað alltaf að gera maður? Maður botna ekki til því. Ég nenni ekki að svara því. Ég hættur að reyna að svara því. Ég segi það bara, ég alltaf eitthvað að gera. Og þetta það sem ég vil skilja eftir hjá þér og hvetja þér til, hafðu alltaf nóg að gera. Ef ég get það, þá ég ekki meiri maður en þú og þá getur þú það líka. Þannig þú verður að leyfa bara hugmyndafluginu svolítið að leika þér. Það má ekki deyja með öllu hinni sem að deyja hjá þér. Og ef það fær að vinna og spinna hvernig degi, þá ekkert neitt á leiðinu til að deyja hjá þér. Þetta helst allt spreiklandi lifandi. Með þessum einfalda hætti að hendurnar þínar, þær eru starfsamar hendur. Og starfsamar hendur koma í veg fyrir það neitt sem heitir leiði fari upp. Þetta lykillinn að leiðanum. Og menn sem gera kröfur til annar að koma til uppörvað leiðu bara þínum eigin höndum að uppörvað þig. Það lykill sem að fer aldrei frá þér. Og þannig líða dagarnir og árið þess vegna með þessum hætti og já, hver dagur bara góður dagur. Þannig hefur þetta nú verið hjá manni. Hver dagur eiginlega bara góður dagur.
Og ég hef ekkert fram yfir nokkra manneski hvað þetta varðar. Nema það bara ég hef virkjað það sem ég á og er með í kringum mig. Og ég ætla ekki að breyta því neitt. Svona hefur þetta verið allar götur. Já, með höndum sínum gerir maður eitthvað. Og hvað á ég að gera, segiru? Með mæðusvipinn þinn fallega á þér. Og þá má spyrja, hvað getur þú gert? Já, ég var nú alltaf að sjóa hérna í gamla daga og kann að veiða fisk og gera fiski og svona. Þú ert að vísu ekki fiskimaður lengur, sögum aldur segja það. Já, eitthvað getur þú gert. Það leiðilegsta sem þú gerir, sannlega, það er að taka til. Farðu bara í það. Taktu frá skrubbinn og kústinn og byrja að sópa og skúra, til dæmis. Eins og ég segi þá er það leiðilegasta verkið sem þú gerir, en láttu þið bara hafa það. Það er betra að gera leiðilegasta verk í heimi heldur en að gera ekkert og bíða eftir því einhver annar komi og hressi mann upp. Það er mín reynsla að þú þarft að bíða lengi eftir því. En hressingin er við dyrnar. Hún býr í, já, þess vegna í höndunum þínu. Sóknum, skúra, pússa, bóna, nóg að gera. Og dagurinn hverfur fyrir þessu og þú gleymdir með þess að smá stund við það. Og þú ert búin að fá eitthvað upp í hendurnar sem þú getur haldið áfram við, ef þú vilt. Þetta snýst allt um það hvað ég vill. En þú horfir mest á símann eða dyrabjölluna og hvort er að gera neitt. Og ef að dyrabjöllan hringir þá er á pósturinn að færa þér einhvern bréf. Ábyrgðarbréf sem þú var að skrifa undir og hvað er í þessu ábyrgðarbréfi? Þú náttúrulega svitnar þér og hugsa það. Kannski var þetta svakalega flott sending maður og kannski var þetta lögfræði sending sem er ekki alveg svakalega flott. Þannig við getum gert svo margt til þess að lífga við daginn. Og af hverju erum við að tala um þetta? Af því að það er þörf á því að tala um þetta. Við, þetta fólk sem erum í Guðs nafni, tölum um lífið eins og lífið er. Og það er að hluta til svona. Aldraður, flott maður. Það er ekkert að þið vera aldraður. Ég kann vel við að vera aldraður. Ekkert undan því að kvarta. Og það er sjálfsögur ekkert breyst neitt. Maður er búin að vera meira með neitt náttúrulega. Já, ég er nú ekki rétt um mig. Ég er búin að vera mikið eitt, segjum það. En það er bara eins í dag. En núna er ég í kirkju, búin að vera áratug í kirkju. Og það er alltaf eitthvað að vera annars slagið og það er manns fjölskylda í dag, það er sér að geta kirkja. Þannig að maður er ekki einn, þó maður sé oft einn, og það er bara ekkert að því. Eins og ég segi, þá er maður til starfsamar hendur. Og þegar þú sérð ekki, þá er ég samt að nota þér. Hvað með þig? Þetta er það nú ekki í hug. Ef þú ert þarna, bara ertu þarna. Og þá var einskis að vænta í raun og veru af þínum höndum. Og þér leiðist líða langan daginn. Það þarf ekki að leiða í sekúndu. Þetta er allt við hendina. Þetta er allt í staðar. Gerðu bara eitthvað gott úr því sem þú hefur. Og sjáðu til, það verður eitthvað gott úr því. Já, eitthvað fallegt og stórfenglegt úr því. Og þú horfir á klukkuna maður, það er bara svona, bara dagurinn er búinn. Og þú tókst þér eitthvað fyrir hendur.
þá þaut dagurinn í gegn. Varst ekki nefnilega með mæðisvipinn og horfir nú alltaf í speil, þú ert hvað mættastur, því að þú finnst svo gaman að horfa á hann. Hann kom aldrei upp. Hann vék fyrir hinum, starfsömmum höndum. Og þú hefur hendur. Og þú ert frísk og falleg manneskja, Guð þakki Guð sé blessun þar. Sumir eru heilbrigðir, já, nánast allt sitt líf. Ég man alltaf eftir, ég var byrjaði á sjó 1970 og skipstjórinn sem var þar skipstjóri, hann var orðinn aldraður maður þegar hann, ég held hann hafi verið 70 þegar hann var með hann að bát, hann var alltaf löngu farinn. Og við vorum á netum og þeir sem þekkið hvernig þetta var á netum, þá var svona borð á á dekkinu sem að netin voru dregin á. Og þetta var 100 tonna bátur og á þessum bátum var allt frammi. Eldhúsið og allt saman það og borðsalurinn og kojurnar bara á veggjónum, bara við hliðina á þessu öllu saman. Og við náttúrulega fórum í mat, ég man eftir því að kallinn kemur út úr brúnni. Hann var bara stoppað á þessum bát og meðan var verið að fá sér að edda og ég man alltaf eftir því að kallinn meðan hann tók bara stökk upp á borðið og þetta var 70 maður og ég man eftir því að ég hugsaði, vá maður, það er ekki mikið mál að eldast ef maður er eins og þessi. Ég var 16 ára þá og ég hefði held ég ekki treyst mér til að stökkva upp á þetta borð þá. En ég man alltaf þegar ég hugsaði þetta þegar ég sá þennan aldraða mann gera þetta verk og gera svo léttilega. Ekkert mál. Ég man alltaf eftir þessa hugsun skaust upp í minn huga að það er nú lítið mál að eldast ef maður verður svona. Og nú er maður kannski á svipuðu róli og þessi ágæti maður var þá og nei, ég held ég myndi nú ekki treysta mig til að stökkva upp á netaborð í dag en eitthvað getur maður samt gert og maður gerir það ekki. Og ég segi það og stendi það og staðfesti orð ungmennisins 1970, þetta er ekkert mál að eldast. Ekki neitt. Það var ekkert breyst. Ég er ennþá á Hafnarfirði. Ég er meira að segja bý enn í Hafnarfirði, reyndar hef ég nú ekki alltaf búið þar. Og ég þekki Guð og þjóna Jesú. Og hann er að etja mér út í þetta verkefni að búa til þessa Guðs orðarþætti sem hafa verið lengi í loftinu og ég veit ekki eins og númer hvað þessi er. Þessi þættir byrjuðu svolítið undan biblíuþáttunum okkar sem eru samt að komnir yfir ekki 150-60. En þessi þættir byrjuðu nokkrum árum á undan en þeir eru orðnir alveg svakalega margir. Ég hef ekki hugmynd það hvað þeir eru margir en þeir eru allavega orðnir fleiri en 2. En þetta er ekkert afrek í sjálfu sér. Þetta er bara maður gerir vilja Guðs og það er þessi dagur upp í dag sem maður gerir þessi þætti á og stendur við svona í 99,9% tilvika. Einhver undantekningar tilvik koma upp sem að ef að þessi þættir koma ekki. Og það getur alltaf gerst þó það sé ekki kannski viljum að sjálfs að það gerist. Og þá ræður maður ekki við sund. Þannig að við höfum enga afsökun fyrir því að leiðast liðlangan daginn. Við höfum enga afsökun fyrir því að gera kröfur á annað fólk að það sinna okkur. Við að sækja okkur svolítið heim. Sér svolítið kamó, svo höfum við aldrei neitt sjálf. Ef einhver getur heimsótt mig, sem að getur þetta, þá get ég líka alveg heimsótt aðra. En ég gera það ekki, ég ger mjög lítið af þér þetta. Það kemur nú fyrir að maður setur á sig
þá sko. En ég get alveg gert þetta þegar ég vill. Og svo þannig er það líka með þig. Þú getur alveg farið þegar þú vilt. En þú voru að vilja það. Og stundum viljum við það ekki. Og hvað ætlum við að gera í því? Það er nú harla fótt að gera við því. En ég get náttúrulega setið heima í mínu þungu þöngu. Beðið eftir því að ykkur var hann að hringja. Að koma að vanga að gera eitthvað. Það kemur aldrei neitt. Þá tek ég fram þessar starfsumu hendur. Málið dautt. Þetta er allt spurningum það hvernig við viljum lifa. Ég vil lifa þessu lífi. Og ég hef lifað þessu lífi eiginlega allt mitt lífi á. Alltaf með ekki segja það. Þess vegna leiðist mér eiginlega aldrei. Og það er nú það leiðilegt sem ég geri, það er að leiðast. Ég þekki það nú svo sem því að maður náttúrulega er ekki þessi fullkomni maður. Maður veit ekkert hvað það er. Þannig að maður er bara lifandi manneskja sem elskar Jesú, þjónar Jesú, stundar sína kirkju og rækir sína kirkju samlega því að ég vill það sjálfur. Takk til því, ég vill gera þetta sjálfur. Hvað með þig? Það er ekki til meira neyðmaður aldrei nú henni í þessa kirkju. Það ættu bara að sleppa þig. Þú þarft ekki að fara í kirkju, þú vilt það ekki. Ekki frekar en ég. En ég vill það. Og það gerir gæfu muninn. Ég elska strangt til tekið að fara í mína kirkju. Og hitta minn Jesú þar. Hann er svo sem með mér allan daginn. En ég hitta hann líka þar. Og sé allan annan hóp sem er með sama og ég. Við meira að segja tölum sama tungumál. Kristnesku heitir hann og vist. Og það er ekkert að ég að tala hana. Sumir segja við mikið að tala mikið hana. Akkur. Menn segja svo margt. Hvað vilt þú gera? Ef þú vilt tala kristnesku, tala þá bara kristnesku. Ef þú vilt gera þetta einhvern veginn öðru sér, þá bara gerðu þú þetta einhvern veginn öðru sér. Vandinn er ekki til. Nema hjá okkur sjálfum. Við þurfum að vera frjáls í andanum okkar. Drottinn talar það, þetta frelsi í andan. Skiljum við orðið frelsi í andanum? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað menn skilja. Skil ég það? Allan á stundum. Skil ég það nóg? En ég held að það sé mjög gott meðal fyrir einstaklinga að vera frjáls í anda sínum. Og frjáls í anda sínum byggir orði Guðs. Frelsi án aga er ekkert frelsi. Að vera öguð manneskja byggir upp á réttan hátt og aginn, hann er megnaður þessi agi, kemur því til vega að áratugum seinna til dæmis ertu enn við þetta verkefni. Það er af aganum minn kæri og trúin heldur utan agan. Trúin elskar agan í þér og kemur því til vegar að þú ferð að elska þennan aga sjálfur og sjálf. Ég elska þennan aga, trúðu mér með það. Sjálfur var maður án aga langan tíma en það er ekki lengur. Ég bý við aga í dag sem að ég hef sjálfur komið mér upp með Guð sjálf. Og ég veit muninn á því að vera agalust manneskju og undir aga. Ég segi það, ég veit ekki skipta. Þetta er eitt af því sem Guðsverki gerir. Þú byggir það upp í sjálfu þér, með Guð sjálf, og sér hvað þetta gerir þig gott, og þú segir eins og ég vil ekki skipta á hinnu. Það bara gefur ekki til mála, og það stendur. Þannig það er til alls góðs að benda á Jesú sem sína lausn. En við segjum þetta gott og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.